Here, almost only Icelandic. There's Max on the wing there. So, in respect for Max, we'll just open up with a couple of questions from you, Max, and then we can move over to Icelandic. Are you fine with that? Thanks. As before, I won't try to translate. Could go wrong. So, Max, go ahead. Well, there's a lot more media coverage, and obviously it's global, so... Heyrist ekkert? Hello? Okay. Well, it's global, so it's a lot bigger in every sense. For us, not so much, obviously. It was our first tournament, the Euros, so that was very special. But you can just tell by the media coverage that the World Cup is a bit bigger. Ég veit það ekki, ég veit ekki hvernig það virkar. Obviously, you meet teams from different continents that you're not used to playing, apart from friendlies. So that's the only difference, really. On the pitch, it feels pretty much the same. You happy, Max? Let's say one or two more. Okay. Then the Croatia game. What do you expect to happen at that game? Croatia through? Well, we've played them many times before. They've already qualified from the group. It's a fantastic team. You can just see by the people, like their starting 11 is incredible, really. But at the same hand, there's talk about them resting players. It doesn't really affect them so much since they've got very good quality on the bench as well. Players playing in very good teams, so I can't see it affecting their game at all, apart from maybe a little bit of individual quality. But at the same time, we have to play a very good game to stand a chance. We gained at least 1 million new fans here in this World Cup because Lúðvík Gíslason has made the 1 million followers breakthrough tonight. So what do you think about that hype about Instagram? I'm very happy for him. It's all fun and games. I don't think he's really focusing on that. It doesn't really matter. But after football, he probably got some modeling work lined up. But yeah, so hopefully he can do a bit. No worries. Thanks, Max. Come here. Spurning út í króatíska liðið, þið þekkið þá alveg út í gegn. Hversu góða möguleika á Króatía á því að bara vinna þetta mót, verða heimsmeistari? Þetta náttúrulega bara eiginlega skeri lið þegar maður horfir á það á pappírum og maður skoða í gær og þetta ekki venjulegar stjörnur í þessu liði og þeir eru með jafn gott lið og hverju sem, þú veist, geta unnið hverja sem á þeirra degi. Þannig að þeirra möguleikar, ég veit það ekki, ég nú ekkert spáð í það, en þeir eru alveg kontenderar í það. Sæludrengir. Emil, var ekki svolítið fúlt að þurfa að sitja á bekknum eftir fína framistöðu í leiknum móti Argentínu og Kári, aldursforsetinn í hópnum, hvernig skrokkurinn og sjáum við þig spila í Pepsi-deildinni heima í sumar? Ég byrjaði að minnispinningu. Jú, það var alveg auðvitað fúlt að vera á bekknum en ég held að það er bara alltaf fúlt að vera á bekknum. Það skiptir ekki máli hvenær það er og hvar það er. En það var alveg búið að ákveða þetta svolítið svona
fyrir fram að við ætlum að breyta taktík og fara í 2 strækjara og eins og ég segi, ég var bara rétti að koma inn eða þurfti og er rétti í næsta leik að það þarf og hann liðið gengur fyrir og eins og ég segi, ég sagði líka eftir leikinn, það er engin eitthvað leikmaður eitthvað, hjá okkur óstór til þess að vera á bekknum og það er bara þannig. Já, ég er bara mjög fínn í skrokknum. Þegar maður stífur eftir erfiðan leik en ekkert meira en ég var þegar ég var 25 sko. Hvort ég spilið Pepsi-deildinni, ég meina að öllu óbreyttu þá ger ég það en það er aldrei að vita nema eitthvað gerist en ég er ekkert holding my breath sko. Kári, tyrkneskir fjölmiðlar voru að segja að þú er að semja við lið þar í landi. Veistu eitthvað um það? Er það eitthvað til í þessu? Þið vitið jafn mikið og ég um það sko. Það er bara þannig. Smá follow-up spurninga á þessu, Kári. Telurðu þig eiga það mikið eftir sem fótboltamaður að þú getur spilað á EM eftir 2 ár? Ég veit ekkert um það í rauninni. Í dag líður mér mjög vel og ég er bara búinn að spila þetta svolítið eftir eyranu og taka þetta ár frá ári og líður bara mjög vel í dag þannig að það er bara það sem ég er að einbeita mér að. Emil, Helgi Kolvinsson talaði við í fyrriháleik í leiknum móti Nígeríu sem var að fara yfir taktík. Voru það undirbúa jafnvel skiptingu í hálfleik og hvað var hann að tala við þig? Já, Aron fekk hann að högg á síðuna og var eitthvað svona eitthvað illt hana og þeir voru ekki alveg viss hvort hann geti haldið áfram eða ekki en við þekkjum Aron þá svona kannski hann náði hann að koma sér í gegnum hennan leiki, ég hafði svo sem ekkert áhyggjur af honum en bara til öryggis að fóru aðeins yfir föstudegi leikandi og ég átti svona aðeins að hita upp og vera klár ef þess þurfti en það var eiginlega eina þannig að já, það var bara út af honum. Já, kannski spurning til að begja bara þegar Ísland og Króatía hafa verið að mætast í þessum síðustu 4 leikjum hafa rauðaspjaldi farið í loft í 3 af þessum leikjum. Getið þið eitthvað svona útskýrt það og eru þið meðvitaður um það að gul og rauðspjöld gætu ráðið í hvort að Ísland eða Argentína fer áfram úr þessu riðli? Það er nú ekkert sem við spáð í þannig séð en þegar þú segja þá meikar alveg sens það hefur alltaf verið allt undir þessi liða mæst fyrst fyrir í playoffinu fyrir HM þá var náttúrulega allt undir og þá eiga menn það til að spila alveg að línunni og fara stundum yfir hana. Við hefum nú bara fengið 1-1, minnum mig. Og það var alveg, hann varð eiginlega að taka það á sig. Þannig að við tökum, eða hjálpa liðinu, þá var menn alveg tilbúin að taka rautt held ég. Á ég að taka líka? Nei, þú vill. Já, þú meinar. Eins og ég segi, þetta er bara partur af leiknum, ég held að sé enginn eitthvað mikið að pæla í rauðu spjöldum eða eitthvað þannig. Núna er bara fyrir okkur að duga að dreipast á þriðjudaginn og þeir sem þurfa að taka spjöld held ég. Og svo bara, kemur í ljós eftir á hvernig það verður. Emil, til þín kannski bara svona hversu mörgum dögum fyrir Nígeríuleikinn vissur að það er þitt hlutskipti að vera á bekknum og hvernig svona kom Heimir að máli við þig? Hann bara kom til mín og ræddaði þetta og það var bara hana einhverjum tjöndum, ég man ekki hvað mörgum dögum fyrir leik og útskýrði bara fyrir mér og það var bara taktísk breyting og hann
það er ekkert í því að segja, ég hugsaði bara ok, þannig að maður verður bara að klára ef kallið kemur, þú veist, að bekknum og maður yrði bara ready, þannig að þú veist, þetta er bara eins og þetta er bara gengur að gerist í fótboltanum, stundum spilum maður og stundum ekki og þetta er bara spurningum að vera klár þegar kallið kemur og nýta sénsana sem maður fær, þannig að þú veist, þetta bara getur komið fyrir hvern sem er að vera á bekknum í einhverju leik. Það er strákar að þið mittust á, ef vorum að ræða gul og rauðu spjöldin, er það eitthvað sem þið er að pæla í eins og kannski í Nígeríuleiknum, hvort það hefði verið mómentar þar sem við hefðum átt að taka spjald eins og þið segið sjálfur. Svo nýti bara tækifærið, Emil, þú talaðir eftir leikinn, þá spjöldum við saman, þú varst að tala jákvæða orku og trú að við þurftum að vera þar en ekki gleyma okkur í neikvæðni. Hvernig hefur það gengið og þú ert náttúrulega, þú trúir, þannig að er það eitthvað sem að þú hefur getað hjálpað eitthvað inn í hópin, er það eitthvað sem að þú nýtir þar? Og Kári, ef þið muni allra þér á spurningar þegar ég er búinn að ælas út mér, hópmyndin í Leifsstöð af öllum strákunum, þá þú mertir hana sexy Rúrik, það er eins og að þið sé eitthvað fyrir, getur eitthvað komið til það? Það er ekkert að sjá fyrir að sjá að Rúrik sé sexy, en að sjá það allir heldur. Nei, þetta var nú bara góðlegt grín og átti ekkert að ná neitt lengra. Ég held að þetta hafa nú ekki verið kveikjan að neinu. Það fólk hafa bara séð þetta með einu Við höfum ekki tekið allan að bænast ennþá saman hópurinn, en eins og sé trúaður, ég held sér líka, ég hafa kannski líka bara meina trú á verkefnið þáttaru. Við vorum bara fljótir að klára annan Nígeríuleik og þá, þú veist, það þýðir ekkert að staldra við þann leik, það er bara strax næsta verkefni og það er núna bara þriðjudaginn og ég var bara að tala að bara allt í kring, það þyrfti að vera bara svona jákvæðni og svona jákvæð orka í kringum okkur til að, þú veist, að við fáum ennþá meiri fíling og trú á verkefni. Það var svona einhvern veginn sem að ég held að geti skipt sköpum. Hvað voru kommentar á það? Já, ég meina, ég veit ekki, þú veist, eftir að sé það, ég sé ekki að einhver hefði geta tekið guldspjald í þessum mómenti í fyrsta markinu. En auðvitað gott að vitur eftir á og sjálfsögðu átt að taka niður ef hann er að fara að skora. Og það var svolítið auðvelt að segja það, en ég er ekki alveg viss. Spurning fyrir til ykkur beggja, voru við með eitthvað plan B eftir að lendum undir eða voruð bara svo sigurvissi fyrir leikinn að þið voru bara ekki komin lengra í hugsun að við varum að fara að lenda undir? Var eitthvað eftir að hugja sem það geta gert betur eftir að lenda undir? Nei, ég meina, auðvitað við töpum leiknum þannig að auðvitað er hægt að gera eitthvað betur en það er á okkur, náttúrulega leikmönnum að auðvitað erum við með plan B þegar við erum með ákveðna færslu sem við tökum þegar við þurfum að sækja mark en það sem gerist í leiknum er að skipulagið riðlast full mikið og af hverju það gerist, ég veit það ekki en það gerir það og við vorum með þetta lið alveg þeir eru ekki skota marki í fyrra við skulum ekki gleyma því og þetta er ekkert fólk tala svolítið eins og við eigum að vinna Nígeríu. Það er enginn í liðinu sem hugsa þannig, ekki einn maður. Við hugsum við getum unnið Nígeríu og við ætlum okkur að vinna Nígeríu. En þetta er enga síður stórþjóð í fótbolta og við erum underdog í þessum leik. Við höldum ekki að við séum það góðir að við mætum bara upp, mætum í leikin og rústum Nígeríu og svo on to the next one, tökum Króatíu næst. Það er ekki þannig. Og leikskipulagið var frábært í fyrra leik og eins og ég segi, þeir eru ekki skota marki, við eigum, hann ver bara frábærlega frá Gylfa í aukaspyrnu og í stöðunni 1-0 er þetta bara allt annað leikur. Það sem gerir svo að þeir fá skyndisókn á okkur eftir fast leikatriði frá okkur sem bara má ekki gerast og það, eftir það kannski setur okkur í jafnvægi eða ekki en þá riðlast leikurinn og það átti náttúrulega ekki að gerast. Við erum alltaf með plan B, það gekk bara ekki alveg nógu vel upp
og svona við höfum fá svör kannski þegar þeir voru byrjar að svona að reyna að draga okkur framar og beita fleiri skyndisóknum og svona einhvern veginn heldum við kannski ekki í það og hvort að af hverju það var, ég veit það ekki alveg. Serdar, nú hefur það oft gerst að þið hafið náð að koma með frábæran leik eftir að hafa lent í svona basli eins og móti í Nígeríu. Hversu mikla trú hafið þið á því að þið getið unnið í Króatana? Við höfum náttúrulega gert það áður þannig að við höfum fulla trú á því. En eins og fórum yfir áðan og þá eru Króatar með það sterkt lið að þeir eru kontenderar að vinna þetta mót og þeir eru með gríðarlega breiðan hóp þannig að litlu máli skipti hverja þeir setja eða hverja byrja hennar leik en enga síður við höfum unnið það áður og við ætlum okkur að vinna það aftur. Kári, ég beina þessari til þína því þú búinn að spila báða leikina 90 mínútur við Nígeríu og Argentínu. Ég veit að þið hugsið fyrst og fremst ykkar leik en nú hefur hinn leikurinn mikil áhrif þegar þau mætast Nígeríu og Argentína. Hvers konar leik sér þú mögulega fyrir þér þar og hvort liðið líklegra? Það svolítið erfitt að segja. Þetta náttúrulega tvö gríðarlega sterk sóknarlið. Argentína þarf nú að rétta úr kútnum. Ég sé ekki fyrir mér að þeir fari af HM á þess að vinna einn leik og ég von sannarlega að þeir nái því en ekki of stórt hins vegar. En þeir eru gríðarlega sterkir í skyndisóknum Nígería og með gríðarlegan hraða sérstaklega í framlínunni. Þannig að það geti verið svolítið hættulegt ef Messi og félagar eru að halda boltanum mikið við þeirra teig að þeir eru þá tilbúin til að refsa þeim í skyndisóknum. Emil, kannski bara til þín, ef allt færi á vestaveg að við færum heim eftir riðlakeppnina, hvernig myndir þú horfa á þetta mót, svona success eða failure, eða á vondri íslensku? Já, mér finnst svona vera aðeins að fara fram á okkur í þessari spurningu, þannig að ég ætla bara að gera ráð fyrir að við förum áfram, þannig að mætti kannski koma með þessa spurninga lengra, eða þú veist, seinna. Við erum að fara að taka Króatíu og Argentína er að fara að taka á 1-0 líka, þannig að við ætlum bara að trúa að það gerist og svo bara spyrðum eftir mótið hvernig feelingurum var. Strákar, það stefnir í að það verði ennþá heitara í Rostov heldur var í Volgograd. Hvernig er svona stemningi fyrir því og hvernig hefur endurheimting gengið hjá hópnum eftir leikinn í Volgograd? Ég er allan að ferskur og ég er líka vanur að spila í hita á Ítalíu þannig að ég er allan klár í slaginn. Ég held að þessi hiti farið svona bara ekkert svakalega vel í bæðili. Það er alltaf erfitt að spila í hita en ég held samt einhvern veginn að adrenalín og allt það taki yfir síðan og mikið undir þannig að menn er bara eftir að keyra þessu út í eitt og ég ætla að hef eiginlega engar ágjörð á þessum hita. Ég held að það er bara eftir að auka atriði. Já, ég meina við erum líka með frábært sjúkrateymi sem vinnum myrkran á milli til að halda mönnum fitt. Þeir eru mikið hróskilið. En ég er alveg sammála Emil, þetta er bara algjört aukaatriði. Það er bæði lið að spila í þessum hita, þannig að þetta koma jafnt út. Takk.